Ég heiti Hermína Gunnþórsdóttir og er prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Ég tók þátt í rannsóknarverkefninu Samfélag fjölbreytileikans, samskipti heimamanna og innflytjenda á Íslandi sem stýrt var af Markúsi Mekl, prófessor við Háskólan á Akureyri. Ég stýrði skólahluta rannsóknarinnar en markmið hans var að skilja stuðning sveitarfélaga við nemendur af erlendum uppruna og kanna hvort stefna er fyrir hendi og hvernig hún er framkvæmd og fylgt eftir og síðast en ekki síst að öðlast skilning á reynslu nemenda og viðhorfi foreldra. Við gerðum 3 viðtalsrannsóknir víða á landinu 2019 og 2020 og tókum alls 33 viðtöl við forstöðufólk skólaskrifstofa, skólastjóra og kennara í 4 sveitarfélögum, nemendur af erlendum uppruna á mið- og unglingastigi í einum grunnskóla á landsbyggðinni og síðan við foreldra af erlendum uppruna í einu sveitarfélagi til viðbótar. Og helstu niðurstöður voru þær að aðeins 2 af 4 sveitarfélögum höfðu skýra og velmótaða stefnu kennslu innflytjenda barna og í þeim sveitarfélögum sem ekki höfðu slíka stefnu áttu kennarar erfiðara með að mæta þörfum nemendana. Almennt þá virtist stuðningur og þjálfun kennara ekki verið í skipulegum farvegi og það var skýrt og hávært ákall að bæta þekkingu og menntun kennara, einkum í smærri sveitarfélögum á landsbyggðinni. Nemendum fannst öllum mikilvægt að viðhalda móðurmáli sínu, ekki síst til að halda tengslum við ömmur og afa í heimalandinu. Þeir höfðu almennt jákvætt viðhorf til skólans og áttu í góðu sambandi við kennara sína. Þau sögðust hins vegar oft vera óörugg í kennslustofunni og finnst erfitt að biðja aðstoð og finnst þau þurfa markvissari stuðning í náminu. Þeim fannst mikil áhersla á að vinna verkefni í námsbókunum og kalla sterkt eftir fleiri tækifærum til að eiga virk samskipti við samnemendur og læra í gegnum samræður. Þau segja líka að fjölmenning sé lítið sem ekkert sýnileg innan veggja skólans og heilt yfir var félagsleg þátttaka þeirra utan skólans dræm. Foreldrunum fannst erfitt að kynnast fólki og aðlagast samfélaginu. Þau þurftu að reiða sig á aðstoð innflytjenda, frekar en innfædda eða kerfi til að fá upplýsingar þjónustu í sveitarfélaginu. Aðlögunin á skóla reyndist börnunum þeirra áskorun en í heildina hafði hún gengið vel og þeim fannst það hjálpa börnunum að fara beint inn í hefðbundna bekki með íslensku börnum og það væri hvati til að læra málið. Þannig í örstuttri samantekt má segja að í 2 frekar litlum sveitarfélögum var varla nokkur stefna til staðar en í öðru þeirra eru innflytjendur nálægt því að vera 25% af íbúafjöldanum. Stuðningur og þjálfun kennara var ekki í skipulegum farvegi en þar felast jafnframt tækifæri til að gera betur. Nemendur sögðu að íslenska væri stærsta hindrunin í skólanum og þeir vildu nýta móðurmáli sitt samhliða því að læra íslensku. Þeir kalla eftir fleiri tækifærum í skólanum til að læra íslenskuna í gegnum félagsleg samskipti við samnemendur. Viðhorf í skólasamfélaginu til þessa nemendahóps eru jákvæð og starfsfólk meðvitað veika stöðu nemenda. Drifkraftur breytinga var hins vegar oftast í gegnum einstaka kennara og stjórnendur og því skortur á verkferlum og sjálfbærni í kerfinu til að festa það verklag í sessi sem er lykilatriði til framtíðar litið.